Einkunnabókin í Canvas býður upp á innflutning einkunna sem merkir að það hægt að flytja inn í hana einkunnir sem koma til dæmis úr Inspera. Það auðvitað hægt að slá þessar einkunnir handvirt inn í einkunnabókina en það getur verið sennilegt í fjölmennum námskeiðum. Nú eða í þeim tilfellum þar sem kennari kýsa nota flóknari einkunnaútreikninga en Canvas býður upp á. Þá hægt að vinna einkunnir til dæmis í Excel og flytja síðan einkunnir inn í einkunnabókina. Einkunnir eru fluttar inn með CSV-skrá og skráin þarf að vera uppsett með ákveðnum hætti svo að Canvas taki við henni. Þess vegna einfaldast að hlaða fyrst niður einkunnabókinni úr Canvas. Þá fær maður CSV-skrá sem að Canvas samþykir þegar þarf að flytja inn einkunnir. Og það einfalda líka að vera búin að setja upp verkefnið í Canvas sem á að taka við þessum einkunnum. Við það verður til dálkur í einkunnabókinni sem hægt að færa einkunnir síðan inn í Excel. Ég byrja á að opna einkunnabók námskeiðsins. Hér eru verkefni sem ég hef þegar gefið einkunn og ég kem til með að flytja inn einkunnir í þennan dálk sem heitir hlutapróf, Inspera. Það er farið í aðgerðir og flytja út. Hér hleðst niður CSV-skrá í tölvuna mína. Ég opna Excel og vel blank workbook. Hér fer ég í data og síðan í from text CSV. Það er líka hægt að fara í data from file og from text CSV. Þetta getur reynda litið eitthvað öðruvísi út eftir hvaða útgáfu af Excel maður notar. Ég finn skrána úr Canvas. Þá opnast þessi gluggi sem sýnir mér gögnin úr einkunnabókinni. Hér við File Origin þarf að velja Unicode UTF-8 svo sér íslensku bókstafirnir skili sér. Það er hægt að skrolla neðst í gluggan og skoða dálkana úr einkunnabókinni og þetta eru reyndar miklu fleiri dálkar en voru í einkunnabókinni í Canvas en flestir þeirra eru svo kallaði read-only eða bara til lestus og þeim breytir maður auðvitað ekki neitt. Undir delimiter þarf að vera valin komma. Ef eitthvað annað er valið þá sést að dálkarnir detta út og það er greinilega komma sem skilur þá að. Mér hefur sýnst að það skipti ekki öllu máli hvað er valið í síðasta möguleikanum og ég læt það standa svona. Það er smellt á load. Hér eru gögnin komin inn í Excel. Hér er dálkurinn sem á að taka við nýjum einkunnum og það er til dæmis hægt að líma inn einkunnir úr öðru skjali. Það þarf auðvitað að passa upp á nöfn nemenda í því skjali séu í nákvæmlega sömu röð svo hver nemandi fá sína réttu einkunn. Þeir sem þekkja Excel kunna leið til þess. Ég afrita einkunnir og lími inn. Þá eru allar upplýsingar komnar í skrána. Það er ágætt að vista skrána fyrst sem Excel-skrá, svona til að eiga hana þannig. En svo þarf ég að vista skrána sem CSV-skrá fyrir innflutningu Canvas. Hér fyrir neðan þarf að velja CSV UTF-8, delimited CSV. Og nú get ég vistað skrána. Þessu næst opna ég Canvas og fer í einkunnabók námskeiðsins og í aðgerðir og flytja inn. Skráin er fundin og smellt á hlaða upp gögnum. Hér sýnir Canvas mér hvað kemur til með að breytast í einkunnabókinni. Og ég samþykki það með því að vista breytingar og mér er tilkynnt að ég verði færð í einkunnabók á meðan skránni er hlaðið upp og smelli á OK. Það má sjá að einkunnir eru nú komnar inn í verkefnið. En þetta er komið að sinni. Takk fyrir.